Matteus 27. Að morgni gjörðu allir æðstu prestarnir og öldungaliðsins samþykkt gegn Jesú að hann skyldi af lífi tekinn. Þeir létu binda hann og færa brott og framseldu hann Pílatusi landshöfðingja. Þegar Júdasi sveik hann sá að hann var dæmdur sekur, iðraðist hann og skilaði æðstu prestunum og öldungunum silfurpeningunum 30 og mælti: Ég drýgði svind, ég sveik saklaust blóð. Þeir sögðu: Hvað varðar oss það? Það er þitt að sjá fyrir því. Hann fleygði þá silfrinu inn í musterið og hélt brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Æðstu prestarnir tóku silfrið og sögðu: Ekki má láta það í Guðs kistuna því þetta eru blóðpeningar. Og þeir urðu ásáttur að kaupa fyrir þá leirkerasmiðs akurinn til grafreitis handa útlendingum. Þess vegna kallast hann enn í dag blóðreitur. Þá rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías spámann. Þeir tóku silfurpeningana 30, það verð sem sá var metin á til verðs var lagður af Ísraels sonum, og keyptu fyrir þá leirkerasmiðs akurinn eins og drottinn hafði fyrir mig lagt. Jesús kom nú fyrir landshöfðingjan. Landshöfðinginn spurði hann: Ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði: Þú segir það. Æðstu prestarnir og öldungarnir báru á hann sakir en hann svaraði engu. Þá spurði Pílatus hann: Heyrir þú ekki hve mjög þeir vitna gegn þér? En hann svaraði honum ekki, engu orði hans, og undraðist landshöfðinginn mjög. Á hátíðinni var landshöfðinginn vanur að gefa lýðnum lausan einn bandingja, þannig þeir vildu. Þá var þar alræmdur bandingi í haldi Barabbas að nafni. Sem þeir nú voru samankomnir sagði Pílatus við þá: Hvorn viljið þér að ég gefi þú lausan, Barabbas eða Jesú sem kallast Kristur? Hann vissi að þeir höfðu fyrir öfundarsakir framselt hann. Meðan Pílatus sat á dómstólnum sendi kona hans til hans með þessi orð: Láttu þennan réttláta mann vera, þungir hafa draumar mínu verið í nótt hans vegna. En æðstu prestarnir og öldungarnir fengu múginn til að biðja Barabbas en að Jesús yrði deyddur. Landshöfðinginn spurði: Hvort þeirra tveggja viljið þér að ég gefi þau lausan? Þeir sögðu: Barabbas. Pílatus spyr: Hvað á ég þá að gjöra við Jesú sem kallast Kristur? Þeir segja allir: Krossfest hann. Hann spurði: Hvað illt hefur hann þá gjört? En þeir æptu því meir: Krossfest hann. Nú sér Pílatus að hann færi ekki aðgjört en ólætin aukast. Hann tók vatn, þvoði hendur sínar frammi fyrir fólkinu og mælti: Sýkn er ég af blóði þessa manns, svarið þér sjálfir fyrir. Og allur lýðurinn sagði: Komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor. Þá gaf hann þeim Barabbas lausan en lét húðstrykja Jesú og framseldi hann til krossfestingar. Hermenn landshöfðingjans fóru nú með hann inn í hölluna og söfnuðu hann allir í hersveitinni. Þeir afklæddu hann og færðu hann í skarlatsrauða kápu, fléttuðu þyrnikórónu og sett á höfuð honum, en reirsprota í hægri hönd hans. Síðan féllu þeir á kné fyrir honum og höfðu hann að háði og sögðu: Heill þú konungur gyðinga! Og þeir hræktu á hann, tóku reirsprotan og sló hann í höfuðið. Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr kápunni og í hans eigin klæði. Þá leiddu þeir hann út til að krossfesta hann. Á leiðinni hittu þeir mann frá Kýrinni Símon hét. Hann neyddu þeir til að bera kross Jesú, og þeir komu til þess staðar heitir Golgata, það þýðir hauskúpustaður, gáfu þeir honum vín að drekka, galli blandað. Hann bragðaði það en vildi ekki drekka. Þá krossfestu þeir hann og þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér, sátu þar svo og gættu hans. Yfir höfði hans festu þeir sakargift hans og skráða: Þessi er Jesús, konungur gyðinga. Þá voru krossfestir með honum 2 ræningjar, annar til hægri, hinn til vinstri. Þeir sem framhjá gengu hættu hann, skóku höfuð sín og sögðu: Þú sem brýtur niður musterið og reisir þá 3 dögum, bjarga nú sjálfum þér ef þú ert sonur Guðs og stíg niður af krossinum. Eins gjörðu æðstu prestarnir gisað honum og fræðimennirnir og öldungarnir og sögðu: Öðrum bjargað hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann er konungur Ísraels, stígi hann nú niður af krossinum og þá skulum við trúa á hann. Hann treystir Guði, nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða sagði hann ekki: Ég er sonur Guðs. Einnig ræningjarnir sem með honum voru krossfestir smánuðu hann á sama hátt.
En frá hádegi varð myrkur allt land til nóns, og nón kallaði Jesús hárri röddu: Elí, Elí, lama sabachthani. Það þýðir: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeir þar stóðu heyrðu þetta og sögðu: Hann kallar á Elía. Jafnskjótt hljóp einn þeirra til, tók njarðarvött og fyllti ediki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hinir sögðu: Sjáum til hvort Elía kemur til að bjarga honum. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andann. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofan frá og niður úr. Jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir helgra látinna manna risu upp. Eftir upprisu Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þegar hundraðshöfðinginn og þeir sem með honum gættu Jesú sáu landskjálftann og atburði þessa, hræddust þeir mjög og sögðu: Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þar voru og margar konur sem álengdar horfðu á, þær höfðu fylgt Jesús frá Galileu og þjónað honum. Meðal þeirra var María Magdalena, María móðir þeirra Jakobs og Jósefs og móðir Sebedeusarsonar. Kvöldið kom auðugur maður frá Arímaþeu, Jósef að nafni, sjálfur var orðinn lærisveinn Jesú. Hann gekk til Pílatusar og bað hann líkama Jesú. Pílatus bauð þá að fá Jósef hann. Jósef tók líkið og sveipaði það hreinu línklæði og lagði í nýja gröf sem hann átti og hafði látið höggva í klett, velti síðan stórum steini fyrir grafarmunan og fór burt. María Magdalena var þar og María hin og sátu þar gengt gröfinni. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu æðstu prestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus og sögðu: Herra, vér minnust þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi: Eftir 3 daga rís ég upp. Bjóð því að grafarinnar sé vandlega gætt allt til 3. dags, ella gætu lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu: Hann risinn frá dauðum, og þá verða síðari svikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá: Hér hafið þér varðmenn, farið og búið svo tryggilegum sem þér best kunnið. Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og innsugluðu steinin með aðstoð varðmannanna. Matteus 28. Að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti af fyrsta degi vikunnar, komu þær María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Þá varð landskjálfti mikill, því engill drottinn stéð niður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. En engillinn mælti við konurnar: Þér skulið eigi óttast, ég veit að þér leitið að Jesús hinum krossfesta. Hann ekki hér. Hann upprisinn, eins og hann sagði. Komið og sjáið staðinn þar sem hann lá. Farið í skyndi og segið lærisveinum hans: Hann upprisinn frá dauðum, sjá hann fer á undan niður til Galileu, þar munið þér sjá hann. Þetta hef ég sagt yður. Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. Og sjá, Jesús kemur á móti þeim og segir: Heilar þið. En þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesús við þær: Óttist ekki, farið og segið bræðrum mínum að halda til Galileu, þar munu þeir sjá mig. Meðan þær voru á leiðinni komu nokkrir varðmenn til borgarinnar og sögðu æðstu prestunum allt sem gjörst hafði. En þeir kvöddu saman öldungana og tóku það ráð með þeim að bera mikið fé á hermennina og mæltu við þá: Segið þetta, lærisveinar hans koma á næturþeli meðan vér sváfum og stálunum, og ef þetta berst landshöfðingjanum til eyrna, skulum vér sefa hann svo að þér geti verið áhyggjulausir. Þeir tóku við fénu og gjörðu það sem þeim var sagt. Þessi sögusögn hefur verið borin út meðal gyðinga allt til þessa dags. En lærisveinarnir 11 fóru til Galileu til fjallsins sem Jesús hafði nefnt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu, en sumir voru í vafa. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald mér gefið á himni og jörðu, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og heilags anda, og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður.
Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.